gjör svo vel. Jóni, hvað þýðir það? Ég veit það, ég ekki með þetta fram. Jú, fyrirgefðu undir 9. dagskrárlið. Göngin hér. Það framhald af fyrri bókun ykkar. Búin að senda það á þig, Helga? Það er svona. Leyfi forseta, margar borgir víðum heim þessar mundir að vinna því að setja fjölfarnar umferðargötur í nágrenni íbúðabyggðar undir yfirborðið. Verði umferðaræðar í miðborg Reykjavíkur lagðar í stokk eða göng munu umhverfisgæði Kvosinni gjörbreytast til hins betra. Slíkt umferðarmannvirki mun draga úr hljóð- og loftmengun og skapa fjölmörg og skemmtileg tækifæri til þróunar á því svæði þar sem göturnar liggja nú. Jákvæð áhrif á gönguleiðir og ásýnd borgarinnar eru ótvíræð. Meðal annars munu opnast möguleikar á að endurhugsa yfirborðar hlutverk Lækjargötu. Sæbrautin fellir undir skilgreininguna þjóðvegur í þéttbýli og þess vegna á vegum Vegagerðarinnar. Kostnaður vegna viðhalds þjóðvega falla á ríkið og það sama á við hvers konar samgöngumannvirki á þeim vegum. Reykjavíkurborg hefur eðlilega hafnað því að taka yfir rekstur þjóðvega þegar eftir hefur verið leitað, en slík færsla frá ríki til borgar yrði að gera með samkomulagi. Við mat á kostnaði verður að taka tillit til margra þátta og þá sérstaklega mikilvægara umhverfis þátta. Meirihlutinn hefur framreiknað kostnað af allt öðru mannvirki frá haustmánuðum árið 2008. Slíkur þríliða reikningu frá mesta efnahagsbóluskeiði sögunar hefur enga þýðingu og er lítið annað en útúrsnúningur. Með ákvörðun sinni og aðgerðaleysi hefur meirihlutinn lagt blessun sína yfir umferðarskipulag sem mun verða miðborginni fjöturum fótum ókomna tíð. Þá hefur borgarfulltrúi Júlíus Ingvarsson lokið við að gera grein fyrir bókun sjálfstæðismanna undir 2. dagskrárlið. Þá hafa fulltrúar meirihlutans boðað bókanir undir 9. dagskrárlið. Sem varandi söngskólan. Nei. Kjarasamninga afsakið undir 13. 12. 13. Bóka saman við 11, 12 og 13. Já, undir 11. 12. og 13. lið, gjör svo vel. Já, herðu, ég kem hérna upp og les bókum við 11., 12. og 13. lið. Borgarfulltrúar Samfylkingarinnar, Bjartrar framtíðar, Vinstri grænna og Pírata taka undir umsögn fjármálastjóra en þó með þeim fyrirvara að starfsgrundvöllur tónlistarskólanna verði tryggður enda ríkir óvissa starfsemi þeirra sem sinna framhaldsnámi tónlist að óbreyttu. Núverandi umgjörð tónlistarfræðslu afmarkast af 3 þáttum. Lögum fjárhagslegan stuðning til tónlistarskóla nr. 75 frá 1985, aðalnámskrá tónlistarskóla og kjarasamningum kennara. Langvarandi óvissa vegna ýmiss konar ágreinings hefur einkennt rekstrarumhverfi tónlistarskólana og það þarf að höggva á þennan hnút og skipta kostnaði á milli ríkis og sveitarfélaga í samræmi við aðra skiptingu kostnaðar í skólakerfinu og því þarf að endurskoða og breyta lögum nr. 75 frá 1985 og skýra þessa verkskiptingu afdráttarlaust. Þá fulltrúi meirihlutans. Ég tók þetta fram í ræðunni. Borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lokið við það. Ég er ekki búin að fá þess að varst að lesa upp heldur. Nei, allt. Nei. Jú, elskar mér, hún stendur flutt. Þá er búið að gera grein fyrir bókun undir 9. dagskrárlið. Ég bið borgarfulltrúum að senda okkur þær bókanir sem að lesnar hafi verið upp hér. Nú kemur borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir og les upp bókun framsóknar og flugvallavinna.
Ég les ekki bara gagna. Jú, það voða gott. Forseti borgarfulltrúar, það bókun undir lið 1. Borgarfulltrúar Framsókn á flugvallavinnur fylgjandi því að fundir ráð og nefnda borgarins séu opnir þannig að borgarbúar hafi beinan aðgang að því hvernig ákvarðanir eru teknar. Allar aðgerðir til þess að auka gagnsæi og vinna í samræmi við upplýsingastefnu borgarinnar og gera þannig aðgang á upplýsingum og þjónustu við borgarbúa greiðari, skilvirkar og markvissar en nauðsynlegt að hrinda í framkvæmd sem fyrst. Svo er liður 7. Ástand gatna mjög slæmt. Borgin hefur sparað sér til tjóns í viðhaldi gatna og hafa afleiðingar berlega komið í ljós núna í ár og í fyrra. Þeir fjármunir sem verja í viðhald gatna í ár er sambærilegt á síðasta ári. Það dugar ekki. Viðhald ekki nóg, þarf að fara í endurnýjun víða. Göturnar eru það slæmar að það er að verða undantekning að finna götur í Reykjavík sem eru í lagi. Það var borgarfulltrúi Guðfinna Jóna Guðmundsdóttir lokið við það að gera grein fyrir bókun undir 1. og 7. dagskrárlið. Það má bjóða borgarstjóra að gera grein fyrir bókun undir 7. dagskrárlið. Það er umræðan göturnar. Borgarfulltrúar Samfylkingar Innar, Bjartrar framtíðar, Vinstri grænna og Pírata. Bóka eftirfarandi. Mikilvægt er að götur borgarinnar séu í góðu lagi. Óhagstætt tíðafar, veruleg umferðaraukning og sparnaður í kjölfar hrunsins hafa dregið fram og orsakað brest í gatnagerðinu. Á þessu og síðasta ári eru samanlagt settar tæplega 1.500 milljónir í endurbætur gatna. Umfang endurbótanna er komið í svipað horf og það var fyrir hrun, en þrátt fyrir þetta er ástand gatna ekki ásættanlegt. Því er ljóst að betur má duga skal og sameiginlegt átak og samræmdar aðgerðir þar til að koma gatnagerðinu í viðunandi horf. Því er nú verið tekið mikilvæga framfara skrifa leita til vegagerðarinnar og nágrannasveitarfélaga að taka saman höndum undirbúning nauðsynlegs átaks viðhald og ekki síður endurnýjun gatnakerfisins á höfuðborgarsvæðinu. Með því fæst sameiginlegt mat á ástandi og viðhalds- og endurbótaþörf sem á áætlun á grundvelli þess. Í samræmi við stefnu Sambands íslenskra sveitarfélaga verður skoðuð fjármögnun og eðlileg hlutdeild sveitarfélaganna í tekjustofnum sem beinlínis verða til vegna bílaumferðar og eins aukins álags ferðamanna. Auk þess verður hugað að rannsóknum á gatnagerð, malbikslögum og væntum endingartíma. Það var borgarstjóri lokið við það að gera grein fyrir bókun undir 7. dagskrárlið. Ég ítreka það að senda þær bókanir, til dæmis að byrja á því að senda þær bókanir sem lesnar hafa verið upp, þær hafa ekki borist, senda þær aftur kannski og svo má bjóða borgarfulltrúa Kjartani Magnússyni að koma hingað upp og lesa bókun sína undir Hólu Kjartan, gjör svo vel. Takk. Já, hér er bókun okkar undir umræðum gatnaviðhald. Undir stjórn meirihluta Samfylkingar, Bjartrar framtíðar, Pírata og Vinstri grænna hefur Reykjavíkurborg vanrækt á skyldu sína að halda gatnakerfi borgarinnar í viðunandi horfi. Gatnakerfi Reykjavíkur liggur undir miklum skemmdum og eru sums staðar að hruni komið eins og glöggt kom fram á þeim myndum sem sýndar voru á fundinum. Víða er komið að hættumörkum í þeim skilningi að malbiksundirlag er orðið svo götótt að það náist að standa malbikslag. Að malbikslag er orðið svo götótt að vatn rennur í gegnum það og niður í sjálft undirlagi þar sem það frýs og skemmir enn frekar út frá sér. Fjárveitingar til malbiksviðhald samkvæmt fjárhagsáætlun yfirstandandi árs duga ekki til að halda í horfinu og að óbreyttu mun ástand gatnakerfis borgarinnar því enn hraka næsta vetur. Brýnt er að borgarstjórnarmeirihlutin viðurkenni umfang vandans og auki malbiksviðhald í borginni með það í huga að bæta úr vanrækslu síðustu ára og koma gatnakerfinu í viðunandi horf á 3 til 4 árum. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins benda á að enn er unnt að fresta ákveðnum íframkvæmdum í því skyni að auka fjárveitingar til malbiksviðhalds. Það var borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið við að gera grein fyrir bókun undir 7. dagskrárlið og ítreka það að senda bókanir 1, 2 og bingo. Það voru allar bókanir komnar nema bókanir fulltrúa Sjálfstæðisflokksins undir 9. dagskrárlið. Gerum stutt hlé á fundinum meðan að fólk finnur út úr þessu.
Fundi er framhaldið, má bjóða fulltrúa Sjálfstæðisflokksins að koma hingað upp og lesa upp bókanirnar eða bara ekki á okkar hálfu, ég var bara að bjóða þær ef þú vildir það. Þá sýnist mér að liggi ekki fleira fyrir þessum fundi. Ég segi takk fyrir og góða ferð og takk fyrir að kjósa Reykjavík. Fundið slitið 23:55.